Sýnist mér. Jú. Mér sýnist það. Hello. Hello. Just waiting a little bit. Hola. 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 Og hvað ruggla? Ah, Það var bara hárið það. gefum þessu nokkra sekundur þannig að fólk komið inn. Þeir eru velkomin á skjáinn. Welcome to the screen. Yes. We are doing that. Jesus name, amen. Það hvað? Já. Getting here. Yes. Já, ok. Everybody getting online. Yes. On this beautiful Wednesday. Og yndislega miðvikudegi. Já. Og Góð kvöldið. góða kvöldið. Velkomin á skjáinn. Velkomin í Grace Church Daily Prayer. Welcome to the Grace Church Daily Prayer. Here online, we are teaching, we are reading the Gospel and God is teaching you. Through the scriptures, God is teaching you. Og Guð kennir ykkur í gegnum ritninguna. Við erum komin hér til þess að bera út góðu fréttirnar sem við gerum hér í Grace Church Daily Prayer. Amen. Everybody say amen on this beautiful Wednesday. Amen. Halleluja. Amen á þessum yndislega miðvikudegi. Velkomin á skjáinn. Like always here in Grace Church Daily Prayer, my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Fallega kona. Við byrja þetta með litlir í bæn. Já. Í Jesú nafni, amen. Amen. Já, Jesus, við leggjum svo stundið þínar hendi, Drottinn minn. Heilagur andi, ég bið svo blessi varir okkur Sigga og gefur okkur fríð í huga okkar, í hjarta okkar, Drottinn minn, og já, líka þeirra sem heima að hlusta, og bara þakka fyrir að við fáum að vera ljós til annara, og já, bara blessa okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. Við erum að lyfta nöfnum upp í náðuna, við erum að lyfta name of the grace. Við lyftum Önnu, Maríu, Boga, Ágústi, Ólafi, Hauki, Símoni og Birgi. Við biðjum ykkur að Og Óskari. Við biðjum ykkur að biðja fyrir þessum nöfnum og biðja Guð að blessa þau, biðja heilaga anda að stíga inn í aðstæður þeirra, því Guð veit hvað þeim skortir og biðja Guð að blessa þau. Ég heilaga nafni og Yes, amen. we ask you to pray for these names that we mention here, my wife mentioned, and Hi. the kids are here. And we ask you to ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come into their lives and
help them with what they need because God Bíða fyrir Húpa. pray, ask Holy Spirit to come upon them. And we got a special request that you would pray for Hubert and Hubi. We pray for him and ask God to bless him. Amen. Sickness, he's sick, and ask God to heal him, ask the Holy Spirit to come upon him, and pray for him that God heals him of his sickness. Ask Jesus for this. In Jesus' name, amen. Við biðjum ykkur hér sem að hlusta að biðjast fyrir Húbert. Húpa, hann veikur og biðja Guð að blessa hann og biðja heilagan anda að gera hann heilan í Jesú heilaga nafni. Amen. Hann heill í Jesú nafni. Amen. Heilaga andi kemur yfir hann og blessar hann og læknar í Jesú nafni. Amen. Amen. Guð sér þetta Húbert minn og blessa þig og treystum Guði fyrir öllu í Jesú nafni. Amen. Amen. Þú ert heill í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, við erum búin að vera að ganga hérna, við erum búin að lesa hér í gegnum við erum búin að vera að fara hérna í gegnum Jóhannesar Guðspjall og við erum búin að lesa hér í gegnum Jóhannesar Guðspjall og við erum komin á síðasta versið í Jóhannesar Guðspjalli í 21. kafla sem ég les hér í dag og þá erum við búin að fara í gegnum alla ritningu Jóhannesar Guðspjalli og þá erum við búin með það og þá svo byrjum við á öðru Guðspjalli sem ég vel hér í næstu útsendingu sem ég ætla að byrja á, sem ég vel eitthvað úr Nýja Testamentinu að lesa upp úr fyrir ykkur. Í Jesú nafni, amen. We are now on the last chapter in John, the Gospel of John, and the last chapter is the 21st chapter. And then we have written all through the scripture of the Gospel of John. And then tomorrow I'm gonna choose another scripture in the New Testament to read for you, and we are gonna go over that. May this be a blessing to you, that the reading here we go over the scripture, and may this words be a blessing to you, and may God bless you. May þetta vera blessing fyrir ykkur að fara hér í gegnum ritninguna og svona seint og tært orðið eins og það er. Í Jesú nafni, amen. Amen. Everybody say amen on this beautiful Wednesday. Allir say amen on þessum yndislega fallega miðvikudegi. Ég ætla að byrja nú að lesa í 21. kafla Jóhannesar Guðspjallar. Start now reading from the last chapter in John, the Gospel of John. So I'm gonna start reading now. Eftir þetta birtist Jesús lærisveinum aftur og þá við Tíbersvatn. Hann birtist þannig. Þeir voru saman Símon, Pétur, Tómas, kallaði Tvíburi, Natalí frá Kana í Galíu, Sebedeus synirnir og tveir enn af lærisveinum hans. Símon Pétur segir við þá: Ég fer að fiska. Þeir segja við hann: Við erum komin líka með þér. Þeir fóru og stigu á
stígu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jesús á ströndinni. Lærisveinarnir vissu samt ekki að það var Jesús. Jesús segir við þá: drengir, hafið þér nokkurn fisk? Þeir svöruðu: nei. Hann sagði: kastið netinu hægra megin við bátinn og þið munu verða varir. Þeir köstuðu nú og nú gátu þeir ekki dregið netið, svo mikil var fiskurinn. Lærisveinninn sem Jesús elskaði segir við Pétur: þetta er drottinn. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri drottinn, brá hann yfir sig flík, hann var fláklæddur og stökk út í vatnið. En hinir lærisveinarnir komu á bátnum, enda voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir, og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fisk, lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá: komið með nokkuð af fiskunum sem þeir voru að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land, fullt af stórum fiskum, 153, og netið rifnaði ekki, og þótt þeir væru svo margir. Jesús segir við þá: komið og matist, en engin lærisveinar dirfðist að spyrja hann: hver ert þú? Enda vissu þeir að það var drottinn. Jesús kemur og tekur brauðið og gefur þeim, svo og fiskinn. Þetta var í 3. sinn sem Jesús birtist lærisveinum sínum upprisinn frá dauðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jesús við Símon Pétur: Símon Jóhannsson, elskar þú mig meir en þessir? Hann svarar: já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: gætt þú lamba minna? Jesús segir það aftur við hann öðru sinni: Símon Jóhannsson, elskar þú mig? Hann svarar: já, drottinn, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í 3. sinn: Símon Jóhannsson, elskar þú mig? Pétur hírðist við að hann skyldi spyrja hann í 3. sinn: elskar þú mig? Hann svarar: drottinn, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jesús segir við hann: gætt þú sauða minna? Sannarlega, sannarlega, ég þér. Þegar þú varst ungur bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðinn gamall, munt þú rétt út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesús til að kynna með hvílíkum dauðdaga Pétur mundi vegsama Guð, og hann hafði þetta mál, sagði hann við hann: fylg þú mér. Pétur sneri sig við og sá lærisveinin sem Jesús elskaði fylgja á eftir þann hinn sama sem hallaðist að brjósti hans við kvöldmáltíðina og spurði: Herra, hver er sá sem svíkur þig? Þegar Pétur sér hann, segir hann við Jesú: Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar: ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Því bar sá orðormur út meðal bræðranna að þessi lærisveinn myndi ekki deyja. En Jesús hafði ekki sagt Pétri að hann myndi ekki deyja. Hann sagði: ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Þessi er lærisveinn sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans er sannur. En margt er það annað sem Jesús gjörði, og það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá eru ritaðar. Í Jesú nafni, amen. Amen. Já. Eins og ávallt þá spilum við þetta á King James 1611 og ég veit að þið Íslendingar skilja allir ensku
King James 1611 rosa vel skrifuð biblía og virkilega fallegt að hlusta á King James 1611 og því spilum við alltaf hér. And now we do like we do always here on Grace Church Daily Prayer. We're gonna play this for you with King James 1611 for you to understand the words I was reading here. Ale, ég spila. John 21. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on this wise showed he himself. There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and 2 other of his disciples. Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing. But when the morning was now come, Jesus stood on the shore, but the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. And the other disciples came in a little ship, for they were not far from land, but as it were 200 cubits, dragging the net with fishes. As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter went up, and drew the net to land, full of great fishes, 153. And for all there were so many, yet was not the net broken. Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? Knowing that it was the Lord. Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise. This is now the 3rd time that Jesus showed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith to him again the 2nd time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the 3rd time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he had said unto him the 3rd time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself, and walkest whither thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldst not. This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me. Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Peter, seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do? Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die. But Jesus said not unto him, He shall not die, but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things. And we know that his testimony is true. And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. Amen.
Já, Jesús nafn amen. Já, Jesús nafn, ég var ekki að fatta það. Já. Amen. Amen. Já. Amen. Everybody say amen. Amen. It's always a little bit different when we listen to King James 1611 because we are reading Bibles that are copies from King James. Yeah. So it's like it ends with amen, but it doesn't stand here in the Icelandic Bible. It written is, but there's amen in there, and so it's always like they're taking something out of the scriptures and put something a little bit different in. So you can see that here. Skröðs. Eins og þið sjáu hérna að það er smá munur alltaf á milli biblíur út af því að biblíur eru endurritaðar og svo vantar orð eins og hér að hér endar Jóhannesar Guðspjall á amen en okkar íslenska biblía sem ég er með hér sem er rituð 1981 og hún endar á ritaðir en þá að standa amen. En svona er þetta og svo við notum hérna í Guðstjórnsdeilingu við notum alltaf King James því að hún er rétt skrifuð og það er svona vantar svona inn orð og annað í hinnar biblíurnar. Svona er þetta bara og það er alltaf gott fyrir þá sem eru hérna kristnir að skilja hérna ensku og geta lesið ensku og hérna get bæði lesið, ef þið get ekki lesið enskuna en þið skiljið enskuna þá er bara að hlusta á hljóðsnældu á King James og það vill hafa hlutina rétt skrifaða og fá svona rétt orðin til sín eins og Guð ætlar til að þau komist til skila. Í Jesú nafni, amen. 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 It's like the difference between the Bibles and that's why we have always King James. Always good for people to always have King James 1611 and read King James 1611. This Bible, if you're choosing a Bible, choose the King James 1611 Bible. It's you get the whole scripture and nothing changed in it like they have done through the times. So this is why we play always King James 1611. And we always look at the difference between our Icelandic Bibles and the King James and always see the difference in them. And that's why we always want to get the good news the right way to you. God wants us to do that. He can speak to us through His scriptures. In Jesus' name, amen. Jesú Guð nafni, vill amen. alltaf tala við okkur í gegnum sína heilögu ritningu í Jesú nafni, amen. Jesú nafni, amen. Amen. The King James 1611.
En nú, ef þú ert að hlusta hér og hefur ekki tekið við Jesú inn í hjarta þér, Guði, heilagum anda, að þá ætla ég að gefa þér tækifæri til þess að gera það nú. Því Guð lofar að ef þú trúir að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og hann hafi dáið fyrir syndir þínar og hann hafi hreinsaði allir synd með sínu blóði og hann hafi risið upp á 3. degi og hann sé lifandi í dag og ef þú trúir því í hjarta þér, þá mun heilagur andi sem hjálparinn okkar hér sem Jesú Kristur skildi hér eftir fyrir okkur, að þá mun heilagur andi stíga inn í hjartaðið og þú getur biðið til hans og hann mun hjálpa þér í öllum þínum kringumstæðum og blessa þig. Í Jesú nafni, amen. Og þetta lofar Guð og ég ætla að lesa hér upp frelsisbænina og bið ykkur að hafa orðin sem ég les hér eftir mér og gera það eftir smá stund og if you are listening here for the maybe first time or you haven't taken God into your life, then I'm gonna give you the chance to do that now. And if you believe that Jesus went on the cross and he died for your sins and he cleansed you completely with his blood and he rose on the 3rd day and he's alive today, then God promised to send his Holy Spirit into your heart and he's gonna free you and you are gonna be, then you can pray to him and he's gonna answer you and he's gonna help you through your life. This is the best choice you can do in your life. It's the best choice you can do in your life. It's always good to have God helping you. It's like he said, help me and he has helped my wife and blessed everything around us. And help me bless other people. And that's the purpose for us here at Daily Prayer. Now I'm going to start to read this in Icelandic and then I'm going to go to English. And so have these words after me. And hafið þessi orð eftir mér að þið sem að hlusta og vilja taka við Jesú inn í hjarta ykkar og heilagan anda. Jesú nafni. Amen. 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 Hafið þessi orð eftir mér. Það er svo. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að sett sonur Guðs. Ég trúi sett sonur Guðs. Ég trúi að hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar. Ég trúi að hafi dáið á krossinu fyrir syndir mínar. Og að dýrmætt blóð þitt. Og dýrmætt blóð þitt. Hreinsaði mig af allri synd. Hreinsaði mig af allri synd. Ég trúi að þú hafi risið upp frá dauðum. Ég trúi að hafi risið upp frá dauðum. Til að gefa mér líf. Til að gefa mér líf. Jesús. Jesús. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurnýjaði anda minn. Endurnýjaði anda minn. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opnaði hjarta mitt núna. Ég opnaði hjarta mitt núna. Og bið þig að koma inn í líf mitt. Ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi. Frá þessum degi. Vel ég að fylgja þér. Vel ég að fylgja þér. Elska þig. Elska þig. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús. Þakka þér Jesús. Að fyrir blóð þitt. Að fyrir blóð þitt. Er í nýsköpun. Er í nýsköpun. Fyrirgefin. Fyrirgefin. Endurfæddur. Endurfæddur. Og elskaður af þér. Og elskaður af þér. Í Jesú nafni. Amen. Og velkomin í Guðs ríkið sem að hafið þessu orð með mér Amen. og konu minni. Í Jesú nafni. Amen.
Amen. Vera partur af kirkju Drottins. Í Jesú nafni. Amen. Now I'm going to read this in English, so have these words after me if you want to receive Jesus into your heart and the Holy Spirit. So I'm going to start reading now and have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood and that your precious blood cleansed me from all sin. cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood I'm cleansed, that through your blood I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. And be welcome to the kingdom of God and be part of this church. In Jesus' name, amen. Amen. Munið á allt að vera góð við hvort annað og elska hvort annað og munið eigi menn að segja við konu ykkar að þið elski hana og konur munið að segja við eigi menn ykkar að þið elski þá og munið að segja við börnin ykkar að þið elski börnin ykkar og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar og einnig elskið náungan eins og sjálf ykkar og biðjið fyrir honum og einnig biðjið fyrir óvin ykkar og elskið óvin ykkar og þá mun svo sannarlega Guð blessa ykkur því við erum öll sköpun hans og þetta biður Guð okkur að gera að við að biðja fyrir börnum hans og við sem eru börn hans, við biðjum fyrir börnum hans og það er bara áætlunarverkið er það að við séum öll góð við hvort annað og þá verður þessi heimur hérna sem við búum í betri heimur og betra að lífa í og ekki vera að dæma og það er ekki okkar því Guð dæmir okkur ekki fyrir það sem við höfum gjört, hann fyrirgefur okkur alveg sama hvað. Því við búum undir náð og hann gaf okkur náðina og þegar við allt það sem við höfum gert slæmt þá er hann alltaf með opinn faðminn tilbúinn út af því að hann elskar okkur það mikið. Þannig er það og þó að við höldum að við séum eitthvað búin að klúðra málunum svo mikið að það sé ekki hægt að fyrirgefa okkur að Guð, hann fyrirgefur alveg saman hvað. Amen. Amen. Husbands, remember, tell your wife that you love her, and the wives tell your husband that you love him, love your husband, and tell your children that you love them. Love your neighbor like yourself, and pray for him, and love your enemy
and pray for him, and then God is going to bless you, because we here are all his children, and he wants us who are believers that we pray for his children, and the world would be a better place that if everybody would believe in him, and everybody then would be good to each other. That's why he wants us to pray for everybody, and we're supposed to be good to each other. And the world would be a very, very, very good place to be in. We are not, and don't go judging other people, and don't do that, because God doesn't judge us, because he always, when we do something wrong, doesn't matter what it is, he loves us so much that it doesn't matter what you do, what you screw up, or what it is. He's always ready with his open arms, ready to take you into his arms and help you and save you, because he loves you, and this is his message to you, because we live under grace, and doesn't matter what we do. So that's why he tells us, don't go judging yourself that you think you have lost every hope, and because God tells us through the scripture that we are not supposed to judge ourselves because we did something wrong, and that's what he tells us not to do. Don't judge yourself or go in this way or judge some other people for what they do. Just pray for them, ask God to bless them, and then everything is going to be good. And living like this is better, because when you are not judging other people or thinking some other people have it better than you, and not be jealous of something, or you're not having as good life as the other one or something like this. Just be satisfied with what we have, and just love each other, and then life is very good, because we don't need the merit, the houses, this is. We just need the love. And like I love my wife, and I love my children, and that's the main thing. It's just be like God. God is just love, and God is trying to teach us to love each other. That's what he wants us to do, and that's what our message is here, spreading the good news from him. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday. Og allir say amen á þessum yndislega miðvikudegi. Yndislegan dag í dag. Amen, amen. Yes. Blessaði Maggi minn. Hartelijk, sorry. Amanda Talle frænka þín. Amanda, hi, my niece in the States. Say hi. Hi Amanda. It's like I got family all around the world, and like we are all connected somehow all around the world. Yes. Like in the States, in Spain, or Norway, or wherever. We come all over. And that's a beautiful thing. And we love you, and we send our love from Iceland and on this. Yes.
wonderful Wednesday and send our love. Við elskum ykkur hérna á Íslandi og yndislegt kvöld og við sjáumst á morgun and we're gonna see you tomorrow and just have a great day. We love you, me and my wife, we love you and we love having you on here and our team, you are our team here and Grace Church on the internet here and all over and we love you. And we are gonna end this, my wife is gonna end this on the prayer that Jesus taught us and we're gonna see you tomorrow. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss våra skuldir og voru skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, þegar þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. 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 Ekki að slokka. Já. Ekki slokka. Jú. Amen. Amen. See you tomorrow. Yes. Love you. Love. you. Bye. Love you. Love.